Já, komið sæl, Ólafur Eggertsson heiti ég og sérfræðingur hjá Skógræktinni og þetta rannsókn sem fór fram fyrir nokkrum árum síðan en hefur aldrei verið sagt frá á Fagrastofnun. Og með mér í þessari rannsókn var Armeldi K. sem býr í Frakklandi, frönsk kona, sem var reyndar mikið hérna á Ísafirði árum áður. Hún komst því miður ekki hingað. En ef við kíkjum aðeins bara svona örstutt, svona smá upprifjun. Hversu eiginlega stutt vorum komin í svona snjóflóðavörnum og snjóflóðaeftirliti. En í desember 1974 þá fórust 12 manns í snjóflóðum á Neskaupstað. Á þeim tíma þá hafði enginn það hlutverk að fylgjast með snjóflóðahættu og snjóflóð voru hvergi skráð á neitt skipulegan hátt. Þetta bara 50 ár síðan. Og fyrstu lögin varnir gegn snjóflóðum voru sett 85 og það var í kjölfar snjóflóða á Patreksfirði og í Ólafsvík. En síðan eftir þessi mannskæðu snjóflóð í Súðavík og Flateyri árið 95 þá var loks farið að gera eitthvað í málunum og þá var lögreglustjórum á svæðinu falið að ráða starfsmenn til að fylgjast með aðstæðum vegna hættu af bæði snjóflóðum og skriðuföllum. Síðan tók Veðurstofan það hlutverk að sér og í samráði við sveitarstjórnir. Nú eru ofanflóða eftirlitsmenn í flestum sveitarfélögum þar sem hætta á ofanflóðum. Og orðið ofanflóð á það bæði við snjóflóð og skriðuföll. Og þá byrjuðu einnig skipulegar rannsóknir og kortlagning á hættusvæðum og skráning á sögu snjóflóða. Og einnig hófust á framkvæmdi við snjóflóðavarnir. Einnig var búin til svona veðurfarsleg landfræðileg módel til að geta spáð aðeins fyrir það hvort að hætta á snjóflóði eftir veðuraðstæðum og halla í landslagi og snjósöfnun og annað. Og Veðurstofan sér það. Þetta var svona smá útúrdúr frá því sem ég ætla að segja. En okkar Veðurstofamaður var ekki hér í dag. Komst því miður ekki. En hvernig getur maður þá stúderað snjóflóðasöguna aftur í tímann? Það þetta hægt með svona jarðlagafræði, skoða merki skriður og snjóflóð. En þá erum við að tala upplausn sem kannski einhver 1000 ára aftur í tímann. Og meðal annars, ef við horfum kannski á myndina neðst, sjá þetta stóra grjót þarna. Svona hnullungar geta borist með snjóflóðum. Þetta í Kolbeinsdal í Skagafirði eftir snjóflóð 2012. En síðan má þetta lesa í landið og það var þetta gróðurhula sem getur sagt okkur smá sögu, hvort að svæðið sé með mikla virkni, hvort það sé bæði skriðuföll og grjóthrun og snjóflóð sem falla niður og það þetta aðalega á sem aurkeilum. Og síðan þetta, það sem Veðurstofan hefur mikið gert að kortleggja ritaðar heimildir og frásagnir aðalega frá þéttbýlissvæðum til að fá hugmyndir helstu snjóflóðahættusvæði. En það sem ég ætla að við ykkur núna í dag, það fjallar skaðar á trjám, hvernig getur lesið smá snjóflóðasögu. Þetta svona aðferðafræði sem mikið notuð í erlendis. En málið að áhrifingirnir þeir geyma þetta upplýsingar ýmsa umhverfisþætti, meðal annars veðurfar, sumarhita, aðalega þá í sambandi við veðurfar og síðan eru skordýraplágur, allt sem er komið fyrir tréð því á vaxtarskeiði trésins varðveitt, getur maður sagt, í áhrifingjunum. En tréin geyma einnig upplýsingar ýmsa skaða sem verða á trjám vegna ytri afla, eins og grjóthrun, skriðuföll og auðvitað snjóflóð sem ég ætla að ræða. Á sviði snjóflóðarannsókna þá hefur trjágróður verið notað með góðum árangri til að endurskapa tíðni og umfang, meðal annars í Pýreneafjöllum og reyndar mikið í frönsku Ölpunum aðallega, reyndar í öllum mismunandi stöðum í Ölpunum. En þá er mikið verið að skoða bartré. Og rannsóknin sem ég ætla að segja frá fór fram í Fnjóskadal og reyndar líka í Dalsmynni og í Ljósavatnsskarði.
þar sem birkiskógar eru útbreiddir og frá þessum skógum hafði ég búið til svona meðaláhringja kurvu fyrir áhringi og þau gögn voru til. Þannig að það er þegar farið fram svona áhringja rannsóknir á þessum svæðum. Og við völdum okkur, þetta er svona ákveðin aðferðafræði og svona pioneerverkefni á Íslandi, þannig við vildum velja svæði sem voru með ummerki eftir snjóflóð. Og við fundum það á aurkeilum, hallandi stofnar sem halla frá hlíðinni, brotna greinar, sár á berki og toppbrot. Við erum að tala um birki í þessu tilviki. Og við tókum síðan sýni af trjánum, bæði sneiðar, aðalega sneiðarendar og borkjarna, þar sem við gátum fundið og þá getum við líka metið svona það sem heitir viðbragðsvöxtur í trénu. Þegar tréð verður fyrir áföllum, þá reynir það aðlaga sig þessum áföllum með því að rétta sig af eða ef það getur það ekki, þá kemur þessi viðbragðsvöxtur. Og það er þetta aldurskuna hann með áhringjónum. Þannig gátum við fengið upplýsingar um tíðni og umfang snjóflóða síðustu áratuga eða í lífskeiði trjánna sem hefðu fallið niður þessa tilteknu aurkeilu sem ég ætla að segja ykkur frá. Hér er bara nokkra myndir af svona sköðum á trjám sem orði fyrir snjóflóðum, hallandi tré og það sjáðu skemmdir og berki og sjáðu skemmdirnar og berki. Maður veit nú ekki hvort þetta hafi verið vegna grjóthruns eða og í snjóflóðum þá fylgir oft klaki og grjót með brotin tré. Þetta er enda myndi frá Þórðarstaðaskógi, snjóflóð sem fjall 2014. Fleiri myndir, þetta er frá Þórðarstaðaskógi líka. Þar gerðum við líka einnig rannsókn, tókum sýni af trjám til að eiga svona referens, hvernig það leit út áður en snjóflóði fjall. Þarna eru liggjandi tré í dag, en þá var reynda búið að hreinsa öll barrtrén í burtu. En rannsóknarsvæðin, það var semst í Dalsmynni, Ljósavatnsskarð og í Fnjóskadal í landi Bakkasels. Og það er svo rannsókn sem ég ætla að greina frá núna í dag. Og hér sjáum við þá bara mynda af þessari aurkeilu. Og hér sjáum við þá uppi, semst upptakasvæðið, þessi snjórinn safnast fyrir í þessum giljum hér og síðan úthlaupssvæðið þessi snjóflóði fellir niður þessu aurkeilu. Og svo er mynd frá jörðu niðri sem sýnir þá sama svæðið. Sjáum við að það er tónleikur trjágráður á þessari aurkeilu og þarna var fýsilegt að gera svona pioneer rannsókn, getum sagt. Og svörtu punktarnir á þessum kortum sýna trén sem við söfnuðum og fyrsta myndin, vinstra megin, hægra megin fyrirgefið, sýnir okkur bara þvermál trjána og þvermál segir okkur, þetta er svona fyrsta sem það gerir, við mældum þvermál trjána og það segir svona til aldur líka. Sýnir vorum við þetta með kjarna eða sneiðar á trjánum og gátum þá nákvæmlega sagt til aldurinn. En dökkgræna eru tré sem eru yfir 12 cm í hnéhæð og svo eru minnstu trén þarna sem rauði hringurinn er. Síðan sjáum við á hinni myndinni, vinstra megin, skemmdirnar á trjánum. Og þetta rauða, það eru tré sem eru þá hallandi með sára berki, sára bólnum eða brotin topp. Það sem mestu skemmdir eru þessu rauðu. Og brúna er þá er með hallandi þá í áttina frá vegna snjóflóða og líka með sára berki. Hérna sjáum við þá aldursdreifingu trjánna. Elstu trén hérna voru rúmlega 100 ára gömul, náðu semst yfir alla síðustu öld. Og elstu trén í jöðrunum sem bara gefur strax til kynna að þar hafi semst trén náðu að dafna einhvern tíma, en þau voru oft líka með skemmdir að berki. Þarna er semst aldurinn, þessi rauðu deplar eru elstu trén. Og þetta er eiginlega bara niðurstöðurnar, að því get ekki farin eitt nákvæmlega hugmyndaverð, er bara 10 mínútna kortis fyrirlestur. Þarna er sem sagt aldurinn hérna niðri, ártöl,
og þetta sýnir semst aldursgreiningar á trjáskemmdum á þessari aurkeilu. Við erum bara að tala þá í Fnjóskadal. Svarta súlur sýna semst að það sem eru meira en 40% trjánna eru skemmd það árið. Þannig að það hérna ákveðin ár sem meira skemmdir. En það eru ummerki 50 snjóflóð á þessari keilu síðustu 100 árin, rúmlega 100 árin, sem við metum sem svo út frá trjánum. Og hér er bara svona tilgátumynd sem sýnir þá mögulega farvegi snjóflóðana, þau ár sem eru mest af skemmdir á trjám. Og það er semst þá 1927, það var greinilega mikið stórt snjóflóð sem féll þá niður þessa aurkeilu í Fnjóskadal 1947. Og það er þekkt líka í heimildum. Á þeim tíma var mikið snjóflóð. Og svo eftir að við gerum þessa rannsókn, bara núna þegar ég var að undirbúa fyrirlesturinn, þá skoðaði ég Árberg og skógavarðarins Veglaskógi og hann minnist einmitt mikið á veturinn 74-75, mikið skaða trjám. Síðan var 82 og svo kom 95, mjög sterkt, mikla skemmdir á trjám árið 1995. Og þá féllu snjóflóð víða, eins og þið þekkið. Og út frá þessum skoðum á trjám má búa til svona endurkoma tíma tilgátukort sem byggir þá á skemmdunum á trjánum. Nú erum við bara að tala þessa einstöku aurkeilu, þar sem þetta mjög mikil hætta á snjóflóðum. Og rauði liturinn á þessari mynd, hann sýnir að þarna falla snjóflóð kannski 4 ára eða enn oftar, sem ná sem sagt út á aurkeiluna. Svo er hérna 8 ára fresti, 10 ára fresti og guli liturinn sýnir á svona 20 ára fresti, þá má búast til snjóflóði sem fer niður og þekur alla þessa aurkeilu. Þetta er út frá skemmdum á trjám. Og helstu niðurstöður frá 1920 þá má finna ummerki 52 snjóflóð á þessum trjám hérna á þessari aurkeilu, einu aurkeilu. Og maður getur lesið úr tíðni snjóflóða, með þeirra ljósa tíðni snjóflóða má lesa út frá skemmdum á trjám og staðsetningu þeirra. Og síðustu 100 árum hafa fallið 5 stærri snjóflóð sem hefur áhrif á meira en 40% allar trjá á keilunni, sem við getum aldursgreint nákvæmlega hvenær skaðinn varð. Og svo aftur hérna þessi helstu snjóflóði vetur þarna í Fnjóskadal. Eins og ég segi, þá gerðum við sambærilega rannsókn bæði í Dalsmynni og Ljósavatnsskarði, sem ég ætla ekki að tala um meira hér, en það voru mjög sambærilega rannsóknir, niðurstöður sem kom út. Hérna sjáðu þið sem í Dalsmynni og hérna myndina til hliðina. Teiknaða myndin, hún sýnir skemmdir á trjám þar og svo Ljósavatnsskarði og skemmdir á trjám þar, sambærilegt og ég sýndi ykkur fyrst frá Fnjóskadal. Þá bara þakka ég fyrir mig og hér eru myndir sem sagt frá fururreitunum í Þórðarstaðaskógi sem skemmdist mjög illa. Þetta er eiginlega stærsta skemmd á ræktuðum skógi sem orðið á snjóflóði hérna á síðustu árum. Og svo eru heimildir hérna. Þetta er rannsókn sem fór fram fyrir nokkrum mánuðum síðan. Takk fyrir mig. Við höfum tíma fyrir spurningar. Hreinn. Það þarf einhver að bera hljóð. Það var kveikt á honum. Grænt ljós. Haltu takkunum inni. Herðu, já, takk fyrir fína fyrirlestur. Spurningin var eiginlega hljóðað upp á skógareitur eins og sýndir þarna fururreiturinn. Stoppaði hann snjóflóðið af á endanum áður en það fór niður í dalinn og myndirðu telja að það væri hægt að nota svona skógareiti á snjóflóðasvæðum til þess að halda í rauninni koma í veg fyrir að snjóflóð fari niður í dalbotna og byggð og annað slíkt. Sko, ef það er ekki, það er mikil snjóflóð og það sáum við greinilega hérna
ég fór hérna svæðið sumarið eftir snjóflóðið hérna í Þórðarstaðaskógi og það var alveg hrúan af trjánum sem hefði snjóflóðið tekið með sér og það hefði stoppað hérna hinum með veginn sem sjáðu á loftmyndinni hérna hliðina. En það er erfitt að segja eitthvað til það. Við fáum reyndar aðeins meira upplýsingar um það í fyrirlesturinn sem kemur hérna á eftir. Hvernig þetta er í Sviss. En ég held sko sérstaklega þessi minni snjóflóð í hlíðum sem getur farið illa með fólk sérstaklega sko. Svona reytir í hlíðum eins og bara við sjáum hérna á Ísafirði, hérna hinum inn í fjallinu, sem stoppar auðvitað grjóthrunið. Það kemur veg fyrir að grjótið að það stoppar í skóginum og minni snjóflóðaspýjur svona er alveg öruggt að skógurinn tefur og stoppar, brýtur upp. Takk. Fleiri spurningar? Tími fyrir 1-2 viðbót? Já, Bjarni Diðrik. Já, Óli, það er gaman að sjá þessa rannsókn. Ég vissi ekkert um þessa rannsókn sem þú hefur verið að... Hún er farið mjög hljótt, sko. Dunda þér í þetta að þú gerir svo margt. Hérna, og nú er anskotin bara að Ísland skuli ekki vera þak í skógi, þá getur við náttúrulega kortlagt hættuna allt land. En ég er samt að hugsa svona út frá þessu loftslags, við höfum upplifað mikla sveiflur eins og ég sýndi í hitafari og úrkoma hefur verið að aukast. Þetta í hug svæði sem væri svolítið, við þurfum náttúrulega gamla birkiskóga þar sem við náum meira en 100 ára gömlum trjám. Það væri svolítið gaman að skoða með þessa tíðni, hvort hún hefur verið að breytast. Þetta í hug eitthvað svona skemmtileg svæði sem við getum notað til að skoða þessa snjóflóða hættu yfir langan tíma. Ég held sem það er erfitt að nota trjágróður til þess. Það er þetta grjóthrun sem grjót sem er komið með snjóflóðum sem segir svona eiginlega hámarksútbreiðslu snjóflóða. En það er erfitt að fá einhverja tíðni á það sko. Við veitum bara hámarksútbreiðslu. En svo ég sýni ykkur ég ætla að sýna ykkur mynd Bjarni. Sjáðu grjótið fremst á myndinni sem er tekin hérna. Þetta grjót hefur komið með einhverju snjóflóði sem er náðu miklu lengur út á langt fyrir utan út á sléttuna bara. Þetta grjót getur ekki borist þangað nema með snjóflóði. Það er ákveðin reiknilíkan sem segir það hvað grjót getur ferðast langt án þess að vera í og grjóthrun er aldrei svona langt út. Við vitum að þetta komið snjóflóði. En ég get ekki alveg svarað Bjarni með svæði.